Jæja, skák númer 13. Skák númer 13. Ég er með 2-3-93. Við erum að tefla við Topor. Hvað er þetta? Ungverjaland, já. Ungverjaland. Topor frá Ungverjalandi með 2-3-33. Við ætlum að tefla Sikil vörn. Þetta er afbrigði sem hafa teflt mikið í heimsmeistarinn við Caruana og Carlsen. Gleymdi allt í einu hvað heimsmeistarinn hét. Ég ætla að taka F5. Og ég veit að hann er að fara að leika F4 einhver tíma. Og það er alltaf lagi. Sko, ég er hann að muna. Riddari D7 er örugglega leikur í þessu. A6 Make sense, eins og stundum sagt. Riddari D7 hlýtur alltaf lagi. F4 hlýtur að koma. Sko, ef ég leik E4 þá fyrir riddarinn á D4, þannig að ég ætla að byrja að fara hingað. Nú getur ég leikið E4, þá kemur biskup E3. Ég get líka sleppt í að gera eitthvað í þessu og leyft honum að taka hér. Tekið með riddara. Það er allt í lagi, held ég. Ekki að ég kunni eitthvað mikið í þessu. Ég get líka bara leikið G6 og valda þetta peð. Get gert svo margt. Ég ætla að fara hingað, ég ágæta tilfinningu fyrir þeim leik. Tek tilbaka með riddara og F5 ef hann drepur. Ég er aðeins að bíða og sjá hvað hann ætlar að gera. Ok, nú hótar hann að taka hér, líklega. Ég get leikið G6, ég get líka leikið E4 núna. Það er ég vissulega með valda frípeð. Ég ekki bara að gera það. Biskupinn minn er sterkur og hann er ekki að fara að skipta upp hérna. En hann er með öll tökin á hérna drottningavangnum. Og ég vil helst einhvern veginn reyna að hægja á því þetta saman. Hvort ég leika B6 til að reyna að stoppa þetta. Eða A5, A3, eitthvað. Sko B6. Ég líka leikið G6 af drottningun og G7, það er mjög frumlegt. Kannski ofrumlegt. Ég var alltaf að klára liðskipunum minna, það er aðalatriðið. Sko, hrókur B-C1, þetta peð er mjög veikt, það leikur riddari A4. En ok. Kannski er þetta rangt plan sem ég er að velja, því að það er ekki eins og ég geti eitthvað virkað hennan biskup. Þessi biskup á náttúrulega að verða allavega ekki svona lélegur eins og hann er í þessari byrjun sem ég er að tefla. Hann á ekki að vera svona lélegur, blessaður. Það leika hér, ég er að vonast þess að geta ítt þessu peð einhvern veginn og komið þessu riddara og virkað hennan biskup einhvern veginn. Ok, hann leiði mér það ekki, þannig ég ætla að reyna að vera aðeins fljótar heldur en oftar. Ok, nú er ég að gefa eftir B5 reytur reyndar. Ekki mjög ánægð með það allt í einu. Ég ætla að vera hingað. Má ekki vera að hugsa svona mikið. Það er nú einu svona hraðskokk. Sko, ef hann leikur einhvern tíma B5 þá bara bakka ég með biskupinn og þá er hann að gefa svolítið eftir C5 reytun. Þetta er minn besti maður í stöðinni, hann getur alveg hæglega að skipta upp á honum hérna. Þá er ég að vonast þess að geta leikið kannski E3 og reynt aðeins að opna stöðuna og reynt kannski að sækja þessi peði. Þetta er ákveðið tromp í stöðunni leið að hann losar það. Planið hans er alltaf að leika C5 en ég held ég sé nú búin að stoppa það svona ákveðinu leyti. Það ætla ég að hafa auga með þessu. Svo ég algjörum draumaheimi þá geti ég kannski farið hér og reynt að leika G5. Ok, þetta gat hann. Ég hann einhvern veginn algjörlega mistað þessu. Þetta gat hann eiginlega ekki þegar hrókurinn var á A8 því þá hefði ég kannski getað tekið hér og tekið hér. En
Hvað ég gera? Þarf ég að leika hrók D8 tilbaka? Það er leika drottning D8, það er líka ljótuleikur. Það er ekki góð stað. Ekki þannig. Kannski er ég að hóta að taka hér og leika B5. Kannski. Gafla. Ef maður leikur B5 sjálfur þá verð ég að bakka hingað sem er ekki glæslegt en þá fæ ég samt alveg þennan reit. Þó að það sé nú engin, svo sem, engin svakalegur sigur. Ég gera það. Ég vil ekkert endilega fara þangað strax af því að hann drepur og þá fær hann valda frípeð. En ég ætla að fara í þetta menntaða plan mitt hérna. Sem var að, ok, þetta er nú þetta sniðugt hjá hann að taka hér, já. Ætti ég að leika kannski hér núna? Ég held að þetta sé rétti tíminn til þess. Þvinga hann í einhverjar aðgerðir. Ef hann tekur með riddara þá ætla ég að taka með B-peð til að hleypa ekki D-peðin þess að stað. Mér finnst D-peðin sem vera hættulegra heldur en B-peðið. Og planið mitt er núna að reyna að leika G5 einhvern tímann. Þetta peð er ekki að fara að vera drottningur strax. Alls ekki. Nú ætlar hann að taka A-línuna. Ég ætla að taka G-línuna. Kannski full bjartsýnt, ég veit það ekki, kannski að ég ætti að taka A-línuna, en ok. Ok, but ok. Já, A-línuna er undar svolítið góð. Nú verð ég að tefla einhvern veginn svolítið hraustlega. Það kom með þeim tímapunkti í lífi mínu því ég þarf að tefla hraustlega. Farðu bara á A-línuna, kallið minn. Hann tekur þetta einhvern veginn. Biskup drepur, biskup D4, getur leikið E3 kannski, biskup drepur, biskup G5, ætti að gera það. Ég ætla að leika biskup D4, held ég. Ég passa þetta hásarspið, einmitt. Að reyna eitthvað svona. Þetta er óþægilegur leikur. Þessi biskup er algjör vandræðagripur hérna. Algjör vandræðagripur. Þetta var skáka kónginn sem ég þurfti að svara. Þetta er orðið skyndilega þetta erfitt hjá mér og ég er með hræðilegan tíma líka. Það gerði mistök. Ég lefði að drepa og komast hingað. Þetta var ekki gott. Þetta var ekki gott. Nú getur hann tekið að hafa með skák sem hann ætti að gera. Og þá er þetta ekki spes hjá mér. Ég hef kannski getað leikið biskup E8 þarna. Ég verður að reyna eitthvað sprikl hérna. Drottning E1 er eini sensi minn til að reyna eitthvað. Eða hér. Þetta dreif ég hérna með skák, ég mista því. Nú algjör óþræðlega honum það. Nú á hann bara að íta peðanu sínum sko. Held ég.
C5, já, þetta er ekki gott. Þetta er ekki gott. Alls ekki. Drottning C5 skák, ég er ekki að hóta neina, það tekur mér svo langan tíma að leika drottning B2 og biskup F1. Það er eina sem ég get gert samt. Þurft hann endilega að taka upp að þessu, ok. Þetta var klókt hjá honum. Hann vakti upp með skák. Skák. Og þetta er búið. Þetta er búið. Því miður. Já, hann teldi bara betur en ég. Því miður. Verður það viðurkennast. Já, einhverjar örfáar skákir og svo er þetta búið. Ok. Hann teldi bara betur en ég. Og það er ekkert meira um það að segja í rauninni. Ég ætla aðeins að sjá byrjunina. Eldsnöggt. Því að ég get eitthvað lært af henni. Ég hef ekki telt þetta mikið. Eitthvað að leika mér að tefla þetta afbrigði hérna. Svesnikov. Í Sigilever. Svona að gamni. Og það er þetta hér. Eftir E5. Og þetta afbrigði með ritari D5 var mjög vinsælt eftir að Caruana teldi á móti Carlsen. Caruana var að leika hérna A4, en hann leik C4 og ég leik þá biskup E7 sem er langt algengast. Hann leik biskup E2 og þá hrókaði ég stutt og hann gerði það líka og ég leik F5. Ég var nú búinn að skoða þetta eitthvað aðeins með einhverja smá hugmyndir en það var ekki alveg með þær svona á tæru. Ok, A6 er þetta algengast fyrst áður en F5 kemur. A6 ritari C3 F5, hvort það breyti einhverju veit ég ekki alveg. En ég held að þetta sé alveg teórían eins og við teldum þetta. Eða svona, þannig, það þróaðist þannig, kongur H1. Ég leik ritari D7 fyrst, kannski að ég geima þann leik. Ég veit bara ekki nógu mikið hvort það skipti einhverju máli. En A6 ritari C3, þetta er allt saman. Þetta er allt saman tóbakið, ég held að þessi stað sé þekkt. Hér er biskup F6 algengastur, já, þetta er teórían. Eins og hann tefði þetta, og hér er biskup E3 eða drottning C2 algengast eins og hann gerði. Hér vissi ég ekki alveg hvað ég átti að gera, sko. Hér leik ég E4, kannski það er bara strategísk mistök. Kannski. Veit það ekki, af því að það var stað sem hann fekk vera mjög fín. Ok, tekið á F4 rittari E5 er það sem menn vil ekki gera. Ok, þetta reyðast eitthvað aðeins með núna. Tekið hér, biskup drepur, rittari E5 og þá lifnar aðeins yfir biskupnum mínum og ég get líka stundum G5 á F4. Ef ég maður rétt þá var heimsmeistarinn okkar Magnús Carlsen að tefla þetta í einhvern skápum sem ég sé reyndar ekki í augnablikinu. En ok, svona hafa menn telt það. Drepið, biskup drepur, rittari E5. Það er bara þetta er bara staða sem maður þarf að skoða og kunna betur en ég kann. En ég leik E4. Það er kannski bara þegar ég fara að pæla í. Gefur mér enga sérstaklega reyti þannig en virkar, ok, biskupinn gefur honum inn á D4 sem að getur verið mjög dýrmætur. Sérstaklega ef rittarinn kemst þangað, þá kemst hann ýmsa hættulega reyti. Þannig að biskup E3 leika hann. Þá kom
drottning E7. Og drottning E7. Planið mitt var bara að fara með drottninguna af 8. reitaröðinni og tengja hrókana. Geti kannski leikið kóngur H8, ítt G-peðinu einhvern tímapunkti, sveifla drottningunni yfir á G7. Hérna, þar sem hún geti haft áhrif eftir skálínunni. Það var ein hugmynd hjá mér. Hann leik B4 og ég leik B6. Ég var ekki alveg viss þann leik af því að hann veikir C6 reytin og bara skilur eftir veikt peð á B6 en ég var að reyna að stoppa hann í að leika C5. Ég sá fyrir mér að hann myndi leika hrókur C1, riddari A4, C5. Virka bara mjög þægilegt á hvítan. Hér á ég mjög áhugaverðan leik samkvæmt tölvuforritunum. Það er að leika B5 sem er einhvern veginn ekki anda stöðunar þannig. B5. Hugmyndin er ef hvítur drepur þá drepur tilbaka og þá má hvítur ekki drepa peðið með riddara því að hrókurinn á A1 fellur. Ef hann tekur peðið með biskup þá kemur þessi sniðugi leikur hérna hrókur A3 hóta riddaranum, eina leiðin til að valda hann er biskup hér og þá kemur biskup Bjarni 7 með allt í einu svakalegu spili fyrir svartan. Við sjáum að pressan er alveg rosalega hérna á hann riddara. Þetta peðið er undir pressu og hvítur eru svo sem alveg inn í þessu. Þetta verið jafnvægi ennþá en hvítur það virkilega hafa fyrir því að verjast allt í einu. En þetta springur svartastæðin út. Þannig að ég ætla að muna eftir þessu gegnum broti ef svo má kalla. B5. Hann á að leika C5 og reyna að halda frumkvæðinu svona og líklega taka hér sem er brjálæður leikur og allt springur í lofti. Og já, ef ég tek á B5 tekur hann á C5 og vinnur hrókið mig hér, ég get vinnur hrókið hans hér og hvort sem ég trúið ekki það er besti leikurinn fyrir svartan samkvæmt Stockfish riddari E6 og ég ætla ekki að fara svo langt að útskýra af hverju það er best. En ok, þetta var fínt. Ég leik B6, það er kannski svolítið passíft en þetta er allt í lagi ennþá. Þetta er sennilega rangt plan. Kannski á ég bara að fara í planið sem að ég ætlaði að fara í hafa drottninguna hérna, hafa biskupinn hér og hafa hrókinn hér. En ég veist endilega hafa hrókinn hérna af því að ok, mér fannst þess að hann leikur biskup D4 þá get ég leikið E3. Ok, það er rétt hjá mér endar. Ég get leikið E3 tekið á D4 og þetta peður óþægilegt. Ég hoppa með riddarinn á F6 hef aðgang að E4 réttum kannski en þetta er ekkert svo slæmt þannig. En ok, hann leik hrókur C1, ég leik A5, það er fínt. Ég drap, biskup hér, þetta er allt fínt sem ég er að gera. Allt í góðu lagi, ég fór tilbaka, þetta er nú kannski óþarfi ekki með E-hrókinn og C8, það er betra. Það er nákvæmara. En ok, hér, þetta er allt í lagi. Þetta er allt í góðu. Kóngur H8, hérna. Og þetta er alveg rétt, þetta er bara jafnvægi hérna. Þessi er svo vissi alveg. Það er spurning hér, hvort ég er að mæta honum á A-línunni og halda bara haus. Já, ég á að gera það. Ég á að mæta honum á A-línunni og svona, já, það held ég þessu bara jafnvægi, biskup B7 eða ekki tekið líka hér. Biskup B7 lykilatriði er að hann hefur ekki aðgang að A1 með hrókinn sinn af því ég valdi hann reit. Biskupinn minn á F6 er besti maðurinn á borðinu þannig og næsti leikur er hrókur A8 og þá tek ég yfir A-línuna og þá er bara spurning hvort ég komist þar í gegn. Þetta er náttúrulega hættulegt valda fríbið og þetta er líklega bara jafnvægi. Ég er kannski full bjartsýnn hérna þegar leik hrókur G8 með þeirri hugmynd að máta hann á kóngsagnum því að það tók ansi langan tíma og ég náði ekki að máta. Þannig að þetta er bara betra tafl á hvítan og hér er hann komin í gegn. Já, þetta er bara betra á hvít. Þarna er unnið, segir tölvan. Þannig að þetta var allt á misskilningi byggt hjá mér. Og hér lék ég síðan að mér.
Hérna, þetta er algjörlega búið hér. Drepi. Hann gerði þetta mjög vel. Hann beið færis og refsaði mér leið að færi gafst. Þannig á maður að tefla. Ekki að vera að leggja mikið á stöðuna, sem ég gerði þarna þegar ég ætlaði að máta hann þarna með G5. Það voru mistökin, þannig að ég get lært eitthvað af þessu. Ok, látum þetta gott heita hér. Takk fyrir árið. Sjáumst vonandi í næstu skák.